Gefur það ekki auga leið ef þú ætlar að vera og standa við þín prinsip og vera ekki svo gunga sem að þú varst að tala í upphafi að þú drullist í stjórnmálin? Já, það eins og ég segi, það kemur alveg til greina sko. Ég veit svo sem ekkert og eftir þennan þátt sem að hefur náttúrulega verið alveg hræðilegur sko, þá veit ég ekki hvort að eitthvað eftirspurnin eftir mér. En sko, ég get alveg sagt þér það. Ef ég færi í pólitík þá ég náttúrulega að finna mér, þá þeir sem að ég myndi fara með sko, þeir eru þó að þola mig, þú veist. Ég ekki kannski, ég veit ekki, og getur kannski fundið eitthvað sem alveg eins og ég, sem ekki nú Kleppi, en og sammála mér sko, en Það ekki miðflokkurinn? Jó, ég held það nú, alveg örglega sko, því mér finnst hitt vera orðið eiginlega allt eins sko, þú fyrirgefur. Eftir að við hreinsuðum út þess að kjána þarna í Vinstri grænum og Pírötum, en hitt einhvern veginn orðið eins. Sástu þetta í kosningabaráttunni? Þegar Snorri Másson einbráði því að við þurftum kannski að halda við stofninum og eiga aðeins fleiri börn og stuðla þá á því að það sé eftirsóknarvert að eiga börn. Og þá sagði Ásmundur Daði sko, nei, við flytjum bara inn útlendinga. Það var allur panillin hugsaðir. Í alvöru. Þetta var framtíðarsýn hinna flokkana allra fyrir hönd Íslands, að við myndum bara gefa þetta upp og fá bara þið getur bara hýrt þetta, skilur við erum að deyja út af því að nennum ekki að fjölga okkur, það bara fyndið, þetta ekki sko.